Komið sæl og velkomin í hádegisviðtalið. Gestur okkar að þessu sinni Katrín Júlíusdóttir, formaður iðnaðarnefndar Alþingis, og tilefnið svo mikla gerjun sem í orkumálum landsmanna og Íslendingar finna vel fyrir þessa mundir. Þeir finna fyrir mikilvæg ásögn í orkulindir þjóðarinnar. Síðast í gær heyrðum við af stofnun fjárfestingarfélags undir forystu Orkuveitu Reykjavíkur, meðal annars djúpboranir. Velkomin, Katrín. Takk kærlega. Þetta hljómar voðalega spennandi að útlendingar vilja koma hér með milljarð inn og við viljum flytja út þessa þekkingu. En eru þarna einhverjar spurningar þurfa að staldra við? Þarf þjóðþingið aðeins að varpa einhverjum spurningum og spyrja getum við haldið svona áfram? Einhver áhyggjur sem þurfum að hafa á þessu? Já, ekki kannski beint af þessu sem var verið að kynna þarna í gær, tel ég, allavega ekki að svo komnu máli, en hins vegar að það auðvitað eru orkumál þjóðarinnar einn stærstu mál okkar núna á næstunni, og það er alveg ljóst að þjóðþingi mun þurfa að fjalla allítarlega þau í vetur og þá frá ýmsum hliðum. Það sem að kannski er verið að kynna þarna í gær, að þá kannski eru þessi milljarðar frá útlendingunum ekki komnir inn, en menn er að gera sig vonir að við getum flutt út þessa þekkingu sem að við höfum á orkuöflun og þá þessum djúpborunum sem að kynntar hafa verið. Og það sem er kannski spennandi við það er að við erum auðvitað mjög rík af þekkingu á þessari endurnýjanlegum orkugjöfum. Það er að segja öflun þeirra, og það auðvitað er auðlind í sjálfu sér, þó að það sé ekki jarðara en auðlind sem slík. Og það er það sem að menn eru og vilja, og ríkisstjórnin hefur sagt líka að hún vilji flytja út, vegna þess að það er talið að við höfum núna eitthvað svona 2-3 ára glugga áður en að stóru orkufyrirtækin út í heimi, áður en að olíurisarnir og aðrir út í heimi fara að átta sig á því að þarna liggi tækifæri og þarna liggi framtíðin. Þannig að þarna getum við í raun og veru erum við að sjá tækifæri til þess að flytja út þekkinguna. Síðan eru hins vegar stóru spurningarnir um það hvernig ætlum við að koma auðlindunum sjálfum fyrir. Og þar auðvitað hefur verið mikið rætt og það er auðvitað mín skoðun, og þegar iðnaðarráðherra hefur líka lýst því að auðlindirnar eigi að vera áfram í almanna eigu og það eigi ekki að hleypa fjárfestum inn í þær, vegna þess að það er auðvitað hlutverk okkar og hlutverk stjórnvalda hverju sinni fyrst og fremst að tryggja almenningi ódýrt rafmagn og ódýrt vatn eins og kostur er. Já, og það verði ekki gert með því að henda þessu út á einhvern villtan markað, og það er þetta sem við þurfum að tryggja og okkar verkefni. Nei, við sáum dæmi bara fyrir nokkrum mánuðum þegar að fjármálaráðherra seldi hlut ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja. Var það röng ákvörðun? Hefði ríkið átt að halda þessum hlut í opinberri eigu? Sko, þar í raun og veru kannski ekki verið að selja auðlindirnar sem slíkar, það er verið að selja aðgang að nýtingaréttinum sem er annað mál. En hins vegar að þá auðvitað er það eitthvað sem þar verður við auðvitað stíga varlega til jarðar. Og það er mín skoðun að við þurfum að gæta líka því að veitukerfið og lagnirnar og annað, að þetta sé líka áfram í almanna eigu, allavega meðan enn sem komið er. Við höfum litið á orkulindirnar sem svona okkar höfuð auðlind á mótsvið sjávarútveginn. Sem að vissulega eru. Og höfum sett mjög strangar takmarkanir við fjárfestingum útlendingum, en hreinlega bönnum útlendingum að fjárfesta í sjávarútvegi beint. En það er ekki sambærilegar reglur fjárfestingar útlendinga í orkulindum? Nei, það löggjafinn að huga því? Já, auðvitað þarf að huga þessu öllu saman, en eins og ég segja, meðan við tryggjum það að auðlindirnar sjálfar séu í almanna eigu, að þá tel ég ekki að við þurfum, þá endilega er ekki aðkallandi að við setjum slíka reglur ef við tryggjum það. Það á að vera tryggt núna og ég tel að við munum fara yfir það mál verulega vel á næstunni, og það er að tryggja það inn í allavega nánustu framtíð. Vegna þess að meðan að svona mikil gerjun á sér stað, þá er þetta auðvitað algjört lykilatriði. Og tengt þessu að þá þykir mér líka það finnst mér líka dálítið sérkennilegt að þegar að ný raforkulög voru sett árið 2003 sem að þá leitt af þáverandi iðnaðarráðherra Framsóknarflokksins, að þá var í raun og veru kerfið markaðsvætt. Það sem að hins vegar þáverandi stjórnvöld gerðu ekki, þáverandi stjórnvöld í iðnaðarráðuneytinu tryggðu ekki, voru nægileg tæki og nauðsynleg tæki fyrir stjórnvöld til þess að hafa einhverja stjórn á því hvernig þessi markaður þróaðist. Og þarna er ég að tala til dæmis að menn skuli hafa ákveðið að markaðsvæða kerfið án þess til dæmis að hafa tryggt að búið var að ljúka við rammaáætlun vernd og nýtingu á náttúruauðlindunum. Og síðan í öðru lagi að þá hefur aldrei verið mörkuð
hér á Íslandi neinn alvöru orkupólitík, það er að segja neinn orkustefna. Hvernig ætlum við að nýta orkuna sem við öflum? Hversu mikið hlutfall á að fara í til dæmis álframleiðslu, hversu mikið hlutfall á að fara í hátækniiðnað, hversu mikið hlutfall í eitthvað annað, önnur tækifæri sem við sjáum til framtíðar. Þetta hefur aldrei verið gert og ég bara verið að segja alveg svo að mér, svona eftir á að hyggja, þá þykir mér það galið að menn hafi gert þetta á sínum tíma án þess að tryggja að minnstakosti þessi tvö stjórntæki. En of seint að grípa í tökum og koma upp? Það er auðvitað alltaf erfitt að gera hlutina eftir á, en þessi ríkisstjórn, hún hefur auðvitað með það í sínu stjórnarsáttmála núna á að fara að ljúka við gerð rammaáætlunar á næstu 2 árum og þá erum við komið með þetta tæki í hendurnar. Sömuleiðis segir líka í stjórnarsáttmálanum að það er ekki að veita nein ný rannsóknarleyfi á meðan á þeirri vinnu stendur nema það fari í gegnum fulla umræðu í þinginu. Og síðan auðvitað þá hefur iðnaðarráðherra núverandi, hann hefur lýst yfir að þessi orkustefna verði mörkuð. Þannig að núna eru við að reyna að vinda ofan af þessu og marka þessa stefnu og búa til þessi nauðsynlegu tæki sem við þurfum til þess að hafa einhverja stjórn á þessu og líka yfirsýn. Við höfum verið, og þú þekkir það manna best fréttamaður, að við höfum verið hingað til og þá hefur þjóðin verið að skiptast í 2 hópa út á svona einstaka landsvæði með blettum á landinu og þessu verður auðvitað linna og við þurfum að fara að ná heildarsýn yfir þessi mál, þó fyrr hefði verið. Nú kannski stjórn Landsvirkjunar kannski valdamesti aðilinn þessa þróun og hún stendur einmitt frammi fyrir spurningum við hverja á að semja. Þessi stjórn er algjörlega skipuð af fjármálaráðherra og þar með ætti ríkisstjórnin að geta haft svona bein ítök í hvað hún gerir. Finnst þér að ríkisstjórnin eigi hreinlega að beita sér í gegnum stjórnina? Til dæmis bara núna, hún er að opna á samningaviðræður, ætlar hún að semja við Alcan hugsanlega nýtt álver í Þorlákshöfn, ætlar hún að semja við Norðurál að byggja hraðar upp í Helguvík, eða ætlar hún að semja við Netþjónabú eða kísilmálmvinnslu. Hún hefur þetta dálítið í hendi sér hvernig atvinnupólitík verður orku hér í landinu næstu 5-10 ár og hvað verður virkjað. Væri hér orkustefna sem ég var að lýsa áðan, þá auðvitað hefði hið opinbera einhvers konar stýringu á því hvernig þessar orku verður fyrir komið. Og þessi orkustefna er ekki til eins og en hún verður mörkuð og ég vona að hún er eftir að skapa nauðsynlega ramma fyrir okkur til þess að vera vissu það hvernig þetta er nýtt. Vegna þess að við viljum heldur ekki ganga það langt að við séum komin aftur til fortíðar í því að við eigum hér allt undir einhverjum einum atvinnuvegi. Þannig ef það verður byggt á mikið álverum að þá eigum við það mikið undir í raun og veru heimsmarkaðsverð á áli íslenskt efnahagslíf, alveg svo við áttum svo jafn mikið undir fiskinum á sínu tíma. Við höfum verið að reyna að koma okkur út úr því, við erum að reyna að skapa hér fjölbreyttara efnahagslíf og fjölbreyttara atvinnulíf og það er auðvitað hlýtur að vera sú sýn sem að stjórnmálamenn vilja marka. Tala ekki í svona opnu, sveigjanlegu hagkerfi og spennandi hagkerfi eins og Íslandi. Það á kannski ekki að vera verksvið stjórnmálamanna að segja við viljum álverið verði byggt upp þarna en ekki þarna. Á bara markarinnar á þessu og stjórnir okkur? Nei, auðvitað eiga stjórnmálamenn að hafa skoðanir á því. Auðvitað eiga að hafa skoðanir á því og það er ef að við, og staðan er svo að við verðum núna, erum við enn og aftur og erum við í því að horfa á einstaka bletti, einstaka staði, einstaka virkjunarkosti af því að rammaáætlunin er ekki til, af því hún er ekki tilbúin. Væri hún tilbúin, þá væri við ekki í þessu spor. Já, nú ert þú stjórnmálamaður, nú ætla ég að spyrja þig, hvað á Landsvirkjun stjórnin að gera núna þegar hún stendur frammi fyrir því að semja við Alcan hugsanlega álver í Þorlákshöfn eða segja bara setja það í salt og á hún ekki semja við neitt eða hvað á hún að gera? Á hún að hleypa Netþjónabúum inn til sín? Já, hvað er hún að gera? Þarna er þetta að horfa á orkunýtinguna hvað varðar neðri hluta Þjórsá og þar varðandi neðri hluta Þjórsá eru bara fjölmörg atriði sem þarf ennþá að skoða varðandi þá virkjunarkosti og ég heyri til dæmis í fréttum í gær að þá eru menn að finna þarna merkar fornminjar þannig að þetta er kannski ekki alveg fast í hendi og auk þess á eftir líka varðandi til dæmis Urriðafossvirkjun þá eftir að veita á sveitarfélagið eftir að veita sínleyfi og annað eftir að samþykkja þar, þannig að það er ekki fast í hendi og ég vil kannski ekki fara að segja neitt fyrir að sú ákvörðun sveitarfélagsins liggur fyrir. En mín skoðun er sú að við eigum að fara okkur varlega í því að æða áfram sérstaklega hérna á Suðvesturhorninu í því að byggja upp fleiri álver og skoða aðra möguleika með opnum hug. Og mér þykja Netþjónabúin til dæmis alveg gríðarlega spennandi kostur. En eiga þá ráðherrar ykkar að koma þeim skilaboðum inn í stjórn Landsvirkjunar ekki semja nýtt álver alveg strax? Já, hvernig sem þeir fara því að þá er það mín skoðun að stjórnmálamenn og stjórnvöld eigi að hafa og megi hafa á þessu skoðanir eins og öðru.
Já. Og hvernig svo sem að stjórn Landsvirkjunar hvort hún bundin á því að fara eftir því, það hins vegar annað mál. Já. En þarna erum við að glíma við þetta eins og ég sagði, það arfurinn af því að þetta hafi verið markaðsvætt algjörlega nánast stjórnlaust án þess að menn hefðu nauðsynleg tæki til þess að hafa ykkur áhrif á þetta. Og af því við munum vinda ofan af því. Þeir ráðherrar Samfylkingarinnar eru bara eftir hálftíma að fara að halda blaðamannafund, umhverfisráðherra og iðnaðarráðherra rammaáætlun sem þú nefndir áðan. Þetta er verkefni sem síðasta ríkisstjórn vann að og tilkynnti hér ef ég man rétt fyrir svona 1,5 eða 2 árum. Það væri komin þjóðarsátt þetta en virðist nú ekki alveg vera. Eru þið að fara í sömu vinnuna aftur eða hvað? Nei, við erum ekki að gera það. Núna erum við að fara, þessi verkefnastjórn sem er að fara að hefja störf núna er sameiginleg stjórn á vegum iðnaðarráðuneytisins og umhverfisráðuneytisins sem er líka gríðarlega mikilvægt og samstarf milli þessara ráðuneyta er bara aukast. Það var ekki jafn mikið samstarf áður og þetta er bara aukast. Það sem lagt var upp með í fyrra vetur, þessi svokallaða þjóðarsátt sem Framsóknarflokkurinn lagði til, var allt annað fyrirbæri og þar var ekki gert ráð fyrir einni sameiginlegri verkefnastjórn. Þar var ekki heldur gengið út frá vernduninni eins og gert í þessu. Þetta mun heita rammaáætlun verndun og nýtingu og það er algjört lykilatriði eins og kveðið er á í stjórnarsáttmálanum. Og ég ber miklar vonir og væntingar til þessa starfs og ég held að við munum að þjóðin getur svolítið anda kannski léttar þegar þessu starfi lýkur. Þeim er gefið 2 ár til þess að ljúka þessu verkefni og þannig erum við komið með eitt af þessu nauðsynlegu stjórntæki sem ég nefndi áðan til þess að hafa áhrif á það hvar menn beri niður í orkuöflun. Hvað með tímabilið næstu 2 árum? Það voru einmitt gagnrýnt í fyrri vinnu að millitímabilið, það var allt opið. Ég meina, ef við vilja verka næstu 2 árin, hvað voru sagt? Menn hafa algjörlega sagt það skýrt í stjórnarsáttmálanum og síðan hefur auðvitað iðnaðarráðherra líka hefur hann staðfest þetta að það verði ekki veitt hvorki ný rannsóknarleyfi né heldur ný nýtingarleyfi á meðan á þessari vinnu stendur. Nema ef að eitthvað slíkt kemur upp að menn telja að þeir þurfi að veita slík leyfi þá verður það að fara í gegnum Alþingi. Þetta er alveg kristaltært og á meðan að þessari vinnu stendur að þá munum við kannski sjá fram á rólegri tíð í þessum efnum. En hvað þýðir þetta í raun? Þýðir þetta í raun að það er verið að setja á svona sterkari bremsu eða hvað? Já, það er verið að setja bremsu á meðan við búum þessi tæki til sem menn er að sjá núna loksins árið 2007 þurfum við að búa til en sem að fyrrum stjórnvöld í iðnaðarráðuneytinu bara klikkuð á að búa til árið 2003. En grundvallarspurningin er auðvitað þessi, hvar viljum við virkja, hvaða ár viljum við friða og hver er ekki, hvar viljum við bora? Getur þú nefnt mér dæmi bara þína sín á þetta? Viltu að við virkjum árnar í Skagafirði? Skjálfandafljót, og að hlífa þeim? Ég hef til dæmis verið á því að við ættum að hlífa árnum í Skagafirði. En til svo eitt dæmis nefnt. En enga síður að þá vil ég ekki hér sem formaður iðnaðarnefnd að fara að setja með okkur háan hest og fara að merkja svæði. Ég vil núna að þessi nefnd eða þessi verkefnastjórn sem er að fara að ljúka þessari rammaáætlun á þessum skamma tíma 2 árum, kortleggja landið allt eins og það leggur sig. Ég vil að hún fái ráðrúm til þess og ég vil treysta þeim fullkomlega til að meta þá kosti sem að fyrir eru. Já, aðeins yfir ég er svo til í kannski eftir 2 ára að hafa skoðun á þeirri niðurstöðu hins vegar. En að lokum, byggðamálin, þau heyra undir ykkur og þannig búið að skera niður allhressilega þorskkvóta og ég var nú að tala við fiskverkenda af Austurlandi í gær sem bara loka hjá sér. Hann segir stjórnvöld er ekkert að gera. Hvar eru mótvægisaðgerðirnar? Það náttúrulega voru fjölmargar mótvægisaðgerðir sem voru kynntar og þar erum við að tala milljarða sem er að fara núna í verkefni út allt land. Verkefni sem ekki annars hefðu orðið að veruleika og ég er að tala til dæmis svo við nefnum í samgöngumálum. Það er annað líka sem að ég tel mjög mikilvægt að við byggjum upp. Það er að við séum ekki endalaust að koma með einhver einstaka verkefni frá hinu opinbera inn í sveitafélaginu út á landsbyggðina. Heldur tel ég mjög mikilvægt að við förum að skoða það mjög alvarlega að fara til dæmis leiðir eins og Norðmenn hafa farið sem er að byggja upp alvörunni þolinmótt fjármagn sem að síðan landsbyggðin getur sótt í. Þannig að landsbyggðin verði og geti byggt upp sína eigin nýsköpun og sína eigin. Jú, það hefur kannski ekki, ég ætla að skal alveg viðurkenna það, Byggðastofnun hefur kannski ekki alveg náð því hingað til að sinna því, en þetta er allt hlutir sem við erum að skoða og þegar við erum að tala líka eins og til dæmis að það er í stjórnarsáttmálanum að þá er það að við ætlum að fara að byggja mjög hressilega undir nýsköpun í landinu
og þá þetta líka allt undir og þar landsbyggðin ekki síst vegna þess að þar á sér stað gríðarleg nýsköpun. Menn að sinna þar allskis verkefnum úr til dæmis skel úr sjávarfangi og svo framvegis sem eru mjög spennandi, en þar vantar þetta þolinmóð fjármagn og það þar sem ég held að ríkisvaldið eigi að skoða sína aðkomu. Það að veita þetta þolinmóð fjármagn sem að kannski einkaaðilar eru ekki að treysta sér í. Nei. Katrín Júlíusdóttir, formaður iðnaðarnefndar Alþingis, ég þakka þér kærlega fyrir spjallið. Hádegisviðtalinu er lokið. Verið sæl. Næturvaktin